með síman, þú veist, svona í vilni og AirPods í eirinu sem fylgjast með. Já.
forse var så fint. Kanske det. Vad är det? Inte så länge. Då är det tycker jag vill att ge av
brautskráningarnemar, aðstandendur hér í sal, starfsfólk VFMA og áhorfendur sem fylgjast með þessi athöfn í gegnum streymi. Velkomin á brautskráninga-athöfn Verkmenntaskólans á Akureyri á aðventu 2021. Í dag er gleðið dagur. Þetta er dagurinn ykkar, kæru nemendur. Og við náum næstum því að halda venjulega útskriftarathöfn eftir að hafa verið með alls konar skipulag á síðustu 3 útskriftum frá VFMA. Það er því mikið þakklæti að geta átt þessa stund saman hér í hófi. Hér á undan athöfninni spiluðu nokkrir hljóðfæraleikarar úr Strengjarsveit 3, en í þeirri hljómsveit eru lengst komnu strengjanemendur Tónlistarskólans á Akureyri og Tónlistarskóla Eyjafjarðar. Stjórnandi hljómsveitarinnar er Eydís Úlfarsdóttir. Þau eru farin úr salnum, en engu að síður þökkum við þeim fyrir notalega og jólalega tóna svona í morgunsárið. Áður en lengra er haldið verð ég að byrja á því að ræða aðeins sóttvarnir og þær reglur sem gilda í salnum. Gestir verða að vera með grímu og meðan athöfnin fer fram. Eftir athöfnina göngum við hér á sviðinu í gegnum salinn og fram og gestir síðan yfirgefa salinn í kjölfarið. Vegna sóttvarna þá viljum við forðast sem mest hópamyndanir og blöndun innan hópsins. En við erum engu að síður innan þeirra viðmiða sem sóttvarnayfirvöld hafa sett okkur. Og það er það sem skiptir mestu máli að við sem erum öll hér inni höfum farið í hraðpróf. Á meðan að athöfnin fer fram megum við sem eru hér á sviðinu vera án grímu. En þetta er nóg á sóttvarnum. Ég hef þurft að velta þeim allt og mikið fyrir mig síðustu annir. Þótt að hafi ekki komið mikið niður á námi og kennslu. Fyrir ári síðan snýst allt hólfaskiptingar, handspritt og strangar takmarkanir. Í ár snýst allt bólusetningar, slappleika eftir bólusetningar, örvunarskammt, grímunotkun, smittölur og smittrakningu. Þeir eru örugglega komið nóg að þessu stundum allt of löngu tölvupóstum með flóknum útskýringum takmarkanir, handþvott, sótthreinsun í kennslustofum og grímunotkun. En sem betur fer hef ég ekki þurft að nefna eins oft og í fyrra að hópamyndanir væru bannaðir í skólanum, þannig að nemendur hafa nú aðeins getað blandast meira síðan í fyrra. En klisjan fordæmalausa tíma munu fylgja okkur áfram, þótt margt í okkar daglega lífi sé að vera líkara því sem við þekktum í lok árs 2019, en þessa setningu sagði ég líka í maí síðastliðnum. Og ég held við sitjum áfram eitthvað uppi með þessa klísju. Á þessari stundu vil ég segja við nemendur VFMA, þið hafið sum hver þurft að búa við miklar takmarkanir helminginn af framhaldsskólanámi ykkar og þið hafið staðið ykkur frábærlega. Þið hafið sýnt dugnað, þrautseigju og æðruleysi í þeim aðstæðum sem við höfum þurft að starfa við og kennarar og annar starfsfólk skólans eiga líka mikla þakkir skilið fyrir sitt framlag til nemenda og skólans. Ég bið alla hér í salnum og hér á sviðinu að klappa fyrir ykkur sjálfum, samnemendum, kennurum og starfsfólki VFMA. Að vera kennari er forréttindastarf. Við sem störfum í skólum gleymum því stundum eða gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því hve mikil áhrif kennari getur haft á líf nemenda, algjörlega óháð skólastigum og aldri nemenda. Ég er viss það að við öll hér inni getum hugsað tilbaka og munum augnablik þar sem kennari breytti einhverju í líf okkar. Fékk okkur til að staldra við og hugsa. Leiðbeina okkur inn á svið sem voru okkur framandi. Fékk okkur til að skilja eitthvað sem við höfðum ekki áttað okkur á og síðast en ekki síst sýnt okkur kærleika og umhyggju. Ég held því fram að kennarar séu einu sterkustu áhrifavaldar sem til eru. Í heimi sem er sífellt að breytast og áreitin eru mörg, eru hlutverk kennara afar mikilvæg. Kennarastarfi mun seint hverfa algjörlega inn í heim sjálfvirkni og snjallvæðingu, þó tæknin sé sannarlega að breyta kennsluháttum og skólastarfi. Allir skólar eru fullir af áhrifavöldum og kennarar eiga marga fylgjendur. Kennarastarfið snýst ekki bara að vita og kunna eitthvað í ákveðnu fagi eða grein. Kennarastarfið snýst fyrst og fremst að hafa áhuga á fólki og að ná árangri með þeim með umhyggju fyrir framtíð þeirra. Ég sé nánast okkur einasta degi hve mikil áhrif kennarar hafa á líf nemenda.
og það getur skipt sköpum fyrir framtíð nemenda hvernig samskipti, nám og kennsla fer fram á milli kennara og nemenda. Sjálf get ég nefnt kennara sem hafa haft mikil áhrif á mig og hvaða leiðir ég hef valið í lífinu. Stundum hefur mér þess að bara fatta það samt löngu seinna. Og það eru töfrarnir sem kennararnir búa til. Hér í VFMA eru margir kennarar sem búa yfir töframætti og eru áhrifavaldar. Einn er hérna með okkur í dag og að öllum ólöstuðum þá verð ég að biðja hann að koma hingað og taka við blómvendi og þakklæti frá nemendur og samstarfsfólki í VFMA. Það er hann Hilmar, sem var einn af 5 kennurum á Íslandi sem var tilnefndur til íslensku menntaverðlaunanna. Það ættu allir skólar að hafa svona einn Hilmar, hann er dásamlegur. Þá er komið að því að við ætlum aðeins að sjá hér myndband frá leikfélagi VFMA, en það er atriði úr Lísu í Undralandi, en verkið verður frumsýnt í febrúar og er það Sindri Svan sem er leikstjóri. En skulum sjá hérna eitt. Ó, dindilli minn, hvar eru hanskjarnir mínir? Ég er of seinn. Kanínukall! Hafið þið séð kanínukallinn? Ég er nefnilega með hanskana hans. Hvaða staður er þetta eiginlega? Komdu með í kraftalag sem þykir margt að færa. Ef þú þorir, kom þá þú munt sjá. Lögmálin og grunnformin og lífsgildin og boðorðin. Komin er í klessur, upplátt fær í taug. Hrokkinn er á sporbraut. Tíminn hefur stöðvast eða er hann kannski þotinn hjá. Köttur gufar upp og bollar kallir frá. Þið eruð allir hræddir hér, þú stressaðir og smá. Klikkaðir í hausnum, mér er bara spurn. Getur einhver svarað því? Ég kann ekki að því, en ég er að verða seinn. Komdu með í ferðalag sem kíkir magna bragðir af. Komdu ef þú þorir, kom þá þú munt sjá. Lögmálin og grunnformin og lífsgildin og boðorðin. Komin er í klessur, upplátt fær í taug. Hvaða staður er þetta? Ég held að miðasjálan sé hafin. Þá er komin að því að við hefjum útskrift og ég ætla að nefna það fyrst að gestir í sal, þeir mega koma nær sviðinu ef þið vilja ná myndum, en Hilmar er hérna líka á svæðinu og hann tekur myndir og þær myndir sem að hann tekur verða algengilegar á heimasíðu skólans seinna í dag. Og athöfnin er streymt og verður upptakan einnig aðgengileg og gegnum heimasíðu skólans. Að þessu sinni útskrifast 86 nemendur með 97 skírteini þar sem að 11 nemendur eru að útskrifast með 2 skírteini. Nemendur VFMA koma alls staðar af á landinu, ekki bara héðan af Akureyri og Eyjafjarðarsvæðinu,
því það er nemandi nánast úr hverju einasta póstnúmeri á landinu hjá okkur. Það bil 150 nemendur VFMA er á heimavistinni og stór hluti nemenda býr hjá ættingjum út í bæ eða leigja sér húsnæði. Í dag útskrifast nemendur sem búa til dæmis í Núpasíðu, í Margrétarhaga, í Smáratúni, Gilliðahverfi, á Eyrinu, á Brekkunni. Höfum heyrt að einhverju séu ættaðar úr Grímsey, Hrísey, Skagafirði. Einhverju kom úr Eyjafjarðarsveit, frá Dalvík og Húsavík og já af höfuðborgarsvæðinu. Og þannig mætti lengi telja. Og í ljósi fjölbreytileika skólans eru hér nemendur sem hafa íslensku sem annað tungumál, sem annarkvort hafa flutt til landsins á fullorðinsaldri eða fæðst á Íslandi en hafa erlendan bakgrunn. En áfram með útskriftina og ég vil þá bara biðja Ómar Kristinsson, sviðsstjóra að stúdentsprófsbrautum og sjúkraliðanámi að koma hingað og útskrifa sína nemendur. En það eru alls 39 nemendur sem eru að útskrifast af þessum brautum með 46 skírteini. Já. Er ekki fleiri? Já. Sko ég hef engar áhyggjur af þessu, Ómar. Ég hef áhyggjur af því þegar að útlensku nafni koma og ég þarf að fara að segja einhver orð sem að mér er ekki tamt kannski. Jæja, en við skulum bara byrja þetta og þetta er nú yfirleitt mjög frjálslegt hérna hjá okkur og við ætlum að byrja á því að útskrifa nemendur af félags- og hugvísindabraut. Og fyrst er Jenny Dögg Ægisdóttir. Kolbrún Alexandra Hauksdóttir. En Kolbrún, hún fær einnig verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í samfélagsgreinum. En þau verðlaun eru veitt úr minningarsjóði Albert Sölva Karlssonar sem var kennari hérna við skólan. Albert Sölvi var frábær kennari, góður félagi og mikill sögumaður. Og þá erum við komin á fjölgreinabraut og þar er fyrst Alma Ísfeld Ingvarsdóttir. Anna María Alfreðsdóttir. En Anna María, hún fær 3 verðlaun hér í dag. Hún fær verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í ensku og hún fær líka verðlaun fyrir spænsku og þar að auki er hún dugg skólans með bestan árangur á stúdentsprófi. Til hamingju, Anna María. Þá er það Auður Lea Svansdóttir. Heiða Björk Ingvarsdóttir. Ingibjörg Sara Ásgeirsdóttir. Ólafur Anton Gunnarsson. Og Víkingur Legá Sigurbjörnsson. Og þá erum við komin að íþrótta- og lýðheilsubraut og það er fyrst hér Agnes Fjóla Flosadóttir. Nökkvi Þeyr Þórisson. Heyrist ekki til. Thelma María Heiðarsdóttir. Þorri Mar Þórisson. Þórhildur Amalía Atladóttir. Ég ætla nú að fá að knúsa hana.
Elín Gunnarsdóttir. Gunnar Björn Ólafsson, en Gunnar Björn hlýtur þrautseigjuverðlaun sem hollvinasamtök VFMA gefa, en þessi verðlaun eru veitt nemanda sem hefur sýnt mikla þrautseigju á námstímanum og það hefur Gunnar Björn sannarlega gert. Til hamingju, Gunnar. Ingibjörg Jónsdóttir. Kentvald Genesis Rico Capin, en Kentvald fær verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í myndlistagreinum og það er Sliðfélagið sem gefur þau verðlaun, en hann fær jafnframt hvatningarverðlaun VFMA sem eru veitt nemanda sem hefur verið fyrirmynd í námi, sýnt miklar framfarir, starfað að félagsmálum, haft jákvæð áhrif á skólasamfélagið eða verið sér og nemendur eða skólanum til sóma um hvern hátt. Þá eru komin að listnáminu að nemendur á hönnunar- og textílínu og það er Anna María Hjálmarsdóttir. Og þá er það Katarzyna Rímon Lipinska, en Katarzyna fær einnig verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í textílgreinum og það er Kvennasamband Eyjafjarðar sem gefur þau verðlaun. Og þá er það nafn hennar Katarzyna Valankivits. Og þá eru það nemendur á náttúruvísindabraut og það er fyrstur Jóhann Jörgen Kjerulf. En Jóhann, hann fær verðlaun sem Háskólinn í Reykjavík veitir fyrir framúrskarandi árangur í raungreinum og stúdentsprófi í hverjum framhaldsskóla og tilnefna skólandi nemanda til verðlauna. Er að ræða vegleg bókaverðlaun, auk þess að verðlaunahafar sem kjósa hefja nám við Háskólann í Reykjavík á niðurfelld skólagjöld fyrstu önninni námi. Til hamingju með þetta, Jóhann. Og þá er það Margrét Jóna Stefánsdóttir. Og Veronika Cisinska. Síðan erum við hér að útskrifa viðskipta- og hagfræðibraut. Það er Björn Torfi Tryggvason. Það má alveg klappa, sko. Þá erum við komin að sjúkraliðum sem flestir sjúkraliðar útskrifast með 2 skírteini því að taka yfirleitt bæði sjúkraliðan og stúdentsprófið saman. Og við byrjum hér á Álfheiði Björk Hannesdóttur, McClure. Andrea Regula Kiel. Dagný Heiðarsdóttir. Inga Fanney Gunnarsdóttir. Ingibjörg Sólveig Eðvardsdóttir. Margrét Jóhanna Sigmundsdóttir. En Margrét, hún fær verðlaun fyrir góðan árangur í íslensku og það er Pennin sem veitir þau verðlaun, en jafnframt fær Margrét verðlaun frá Sjúkrahúsinu á Akureyri fyrir framúrskarandi árangur í sjúkraliðagreinum.
Þá er það Marta María Imsland. Sigrún Harpa Baldursdóttir. Soffía Karen Ellensdóttir. Og Sunna Bríet Birgisdóttir. Það skulum bara klappa fyrir að klappa. En það voru nokkri nemendur hérna sem að gátu ekki verið með okkur og voru útskrifast. Það er Alexander Freyr Þorgeirsson, stúdenta fjölgreinabraut, Bergvin Jóhannsson, stúdenta fjölgreinabraut, Sigurður Bjarni Odnegård, íþrótt- og lýðheilsubraut og Snæfríður Ægisdóttir af listnámsbraut. Þá er komið að honum Baldvin Ringsteð. Hann ætlar að útskrifa sína nemendur sem eru í iðnnámi og í fjarnámi. Í dag eru 47 nemendur að útskrifast af þessum brautum með 51 skírteini. Og við ætlum að byrja hér á því að útskrifa 9 múrara sem er mjög ánægjulegt að útskrifa múrara, það er ekki oft sem við gerum það. Og þá kalla ég fyrstan fram Arnar Hauk Jónsson. Aron Máni Sverrisson. Baltasar Ari Hjálmarsson. Bjarni Gunnar Arbjörnsson. Jason Smári Birgisson. Jón Ísleifsson. Sindri Sverrisson. Og Vilhelm Otto Bering Ottosson. Og þá erum við komin að nemendum í rafeindavirkjun. Og þá vil ég byrja fyrst að koma hér Annu Kristjánu Helgadóttur. En Anna Kristjána fær jafnframt viðurkenningu úr Árnasjóði sem er minningarsjóður sem stofnað var af starfsmönnum VFMA til minningar Árna Jóhannsson, kennara sem lést fyrir aldur fram í lok árs 2014. Dagur Þórarinsson. Daniel Francisco Ferreira. Embla Björk Hróadóttir. Hákon Logi Árnason. Helgi Mernis Guðmundsson. Hinrik Logi Árnason. Hann er líka útskrifað sem stúdent. Hinrik Örn Brynjólfsson.
Kjartan Arnar Guðmundsson og hann líka útskrifast sem stúdent. Síðan hér Sebastian Fjedal Berg, en Sebastian fær einnig verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í faggreinum iðngreina og það Ískraft sem gefur þau verðlaun, en hann fær jafnframt viðurkenningu úr Árnasjóði. En það var samróma álit kennara deildarinnar að Sebastian og Anna myndu bæði fá viðurkenningu úr sjóðum. Sigurður Bogi Ólafsson, hann að klára rafeindavirkjun og stúdentinn. Torfi Franklín Hjaltason, það saman þar tekur stúdentinn með í þetta sinn. Síðan erum við komin að rafvirkjum og það eru tveir hérna með okkur í dag. Það Björn Gunnar Þórisson og Emil Þór Guðmundsson. Og við útskrifum hér einn stálsmið, Jóhann Sigurðsson Kaper. Og einn að útskrifast hér með D-réttindi í vélstjórn og það Davíð Fannar Sigurðsson. Og hann stúdent líka, eins og allir verstu sem klára D-réttindin. Þá eru hér tveir iðnmeistarar, það eru 15 iðnmeistarar sem ljúka námi frá okkur á þessu sinni. Iðnmeistaranámi hjá okkur í fjarnámi og nemendur okkar út allar trissur, en þeir eru komnir hérna tveir. Það Almar Örn Halldórsson, hann meistari í matreiðslu. Svo erum við með hann Dragan Pavlika, en Dragan hann starfsmaður VFMA og hérna hann að útskrifast hérna sem meistari í málaræðin. Til hamingju Dragan. En það voru þó nokkrir hérna sem eru ekki með okkur í dag. Það Brynja Jóhannesdóttir, hún útskrifaðist úr hársnyrtiðin. Hjörvar Jónmundsson, hann að útskrifast úr rafvirkjun og einnig Viktor Freyr Danielsson. Nú að ruglast í röðinni hérna. Það var hann, Ingólfur Berg Gunnarsson sem var að útskrifast úr múrsmíðinni. Síðan það Aron Ingi Jónsson, Ísak Gíslason og Ólafur Þór Ólafsson Hjaltalín, en þeir voru allir að ljúka stúdenti að loknu starfsnámi. Og síðan það meistararnir okkar, það Baldur Smári Sævarsson, meistari í matreiðslu, Gísli Björn Rúnarsson, meistari í bifvélavirkjun, Guðlaugur Ólafsson, meistaranám í rafvirkjun, Guðmundur Þór Sigurðsson, meistaranám í vélvirkjun, Guðríður Ósk Steinarsdóttir, meistaranám í bílamálun, Hlynur Kárason, meistaranám í húsasmíði, Ingvar Þór Guðjónsson, meistaranám í rafvirkjun, Karl Hannes Sigurðsson, meistaranám í rafvirkjun, Katrín Eiðsdóttir, meistaranám í bakaraiðn, Ómar Þór Andrésson, meistaranám í málaraiðn, Stefán Hansen Daðarsson, meistaranám í vélvirkjun, Stefán Helgi Einarsson, meistaranám í húsasmíði og Sunna Lind Smáradóttir, meistaranám í málaraiðn. Bergvin Jóhannsson sem var ekki með okkur. Hann útskrifast á fjölgrunnabraut. Þessi listi breytist hérna bara ansi oft, en við skulum bara gefa öllum gott klapp. Í vetur hefur þrátt fyrir allt verið hægt að halda úti töluverðu félagslífi.
Þar hefur hlutur leikfélagsins verið einna stærstur. Í haust var haldið leiklistanámskeið með góðri þátttöku nemenda og námskeiði meira og minna í höndum nemenda í stjórn leikfélagsins. Djúpið stutt verk eftir Emblu Björk Hróadóttir sem er ein af nýskrifuðum rafeindavirkjunum hér í dag. Það stykki var frumsýnt á þemaviku. Höfundurinn leikstýrði uppfærslunni en verkið fjallar andlegt ofbeldi í nánum samböndum. Allir nýnemar skólans sáu verkið sem er ekki bara leikrit heldur líka forvarnarverkefni. Leikfélagið setti upp hryllingshús á Halloween sem heldur betur sló í gegn og áðan sáum við myndband þar sem leikarar leikfélagsins sýndu okkur brot úr Lísu í Undralandi sem verður frumsýnt í febrúar. Við náðum að fara í nýnemaferð en þar sjá eldri nemendur dagskrá dagsins. Þá hafa verið haldin böll og nemendafélagið staðið fyrir nokkrum minni viðburðum eins og hægt var til dæmis svokallaða gleðidaga en þá fá nemendur smá glaðning í upphafi skóladags sem oftar en ekki er eitthvað matarkyns. Gettu beturliðið er búið að æfa á fullu en sú keppni hefst í janúar. Skipulag árshátíðar er í fullum gangi og framundan verða vonandi sem flestir minni og stærri viðburðir hjá nemendafélaginu. Hér í dag höfum við útskrifað stóran hóp nemenda sem hafa sett mark sitt á félagslíf skólans. Það er ljúfsárt að sjá eftir útskriftarnemum okkar fara út í lífið en við sjáum sérstaklega eftir þeim stóra hópi tæknifólks sem nú hafa útskrifast frá FMA. Þetta er fólk sem hefur sett upp risastór verkefni innan og utan skólans, séð að litríkar sýningar verði enn litríkari með ljósum, tekið upp og streymt viðburðum og sé til þess að hljóð berist með réttum hætti til okkar hinna. Ég er nokkuð viss að í þessum hópi hér er fólk sem mun halda áfram á sviði miðlunar í framtíðinni. Það er skólanum afar mikilvægt að hér sé öflugt félagslíf og margir nemendur leggja mikið á sig til þess að halda utan félagslíf samnemenda sinna. Við brautskráningu hefur skólinn ávallt afhent blóðvendi til þeirra nemenda sem setið hafa í stjórn Þórtunnu nemendafélags skólans eða komið með öðrum hætti að skipulagi og framkvæmd í félagslífi nemenda, svo sem tengt viðburðum, leiksýningum og hagsmunagæslu fyrir nemendur. Og svo eiga þau yfirleitt að taka til líka, það gengur ekkert alltaf eins vel. En það eru hérna 9 nemendur sem ég vil biðja að koma hérna bara fram og Benedikt, aðstoðarskólameistari, hann ætlar að færa þeim blómvend frá skólanum. Það er Anna Kristjana Helgadóttir, Auður Lea, Dagur Þórarinsson, Elín Jóhanna Gunnarsdóttir, Embla Björk Hróadóttir, Hákon Logi Árnason, Ólafur Anton Gunnarsson, Sebastian Fjeldalberg og Sigurður Bogi Ólafsson. Það er öll komin hérna. En ég ætla að biðja hana Emblu Björk að fara ekki mjög langt, því að næst ætlar hún að syngja fyrir okkur hérna lag sem úr kvikmyndinni Zootopia og var sungið af Sakiru. Það er ein regla sem ég set söng á útskrift en hún er sú að það sé sungið á íslensku og Embla vildi endilega syngja þetta lag og hún snaraði því bara textanum yfir á íslensku og kalla lagið Gefstu ekki upp. En þá má líka geta þess að Embla er formaður leikfélags VFMA, skrifaði leikstýrði Djúpunni sem ég sagði frá hérna áðan og hún vann söngkeppni VFMA nú í haust og mun keppa fyrir hönd skólans í söngkeppni framhaldsskólanum næsta ári. Gjörðu svo vel.
samt ég renn og reyni upp á ný. Ég hrasa á ný, en dreg mig samt upp á því. Mig langar að vita hvað mér bíður næst. Það langt best ef þú rasar að standa upp. Því þetta hægt og þú þarf bara trú. Ég gefst þig upp, ég set markið hátt. Ekki hugsa smátt, mjakast í rétta átt. Nei, gefst aldrei upp, ég má alveg sleppa mér. Það mun koma dagur eftir þennan dag. Nei, gefst þig upp, ég set markið hátt. Ekki hugsa smátt og kast í rétta átt. Nei, gefst aldrei upp, mig langar að reyna allt. Ég þarf bara að hafa trú á sjálfri mig. Gefst ekki upp. Gefst ekki upp. Útskriftardagurinn, sjáðu dagsigurinn. Allt fór á besta veg á endanum. Klappaðu fyrir þér, skálaðu svo með mér. Setti upp húfuna og skemmti þér. Ég gafst þig upp, setti markið hátt. Ekki hugsa smátt, ég fór í rétta átt. Nei, gafst aldrei upp, lífið bíður eftir mér. Og ég ætla að skella mér, já, komdu með. Ég gafst þig upp, setti markið hátt. Ekki hugsa smátt, ég fór í rétta átt. Nei, gafst aldrei upp, ég náði takmarkinu. Ég vil lifa lífinu og stefni hátt. Gafst ekki upp. Kæra þakkir Embla fyrir þennan skemmtilega söng og ég held að sé bara komin ný svona skólasöngur fyrir Vafma. Herðu, þá það Anna Kristjana Helgadóttir en hún ætlar að flytja hér ræðu fyrir hönd útskriftarnema. Anna hefur verið formaður nemendafélagsins og gert ýmislegt í félagsstarfi og vann einu sinni ungskáldakeppni hérna þegar hún var hjá okkur. Þannig að gjör svo vel, Anna. Skólameistari, starfsfólk, útskriftarnemar og aðrir góðir gestir. Til hamingju með daginn. Í dag stór dagur, dagur sem flest okkar hafa beðið lengi eftir. Loksins komið að útskrifast og með bæði spennu og sorg í hjarta þá fögnum við hér í dag. Það verður erfitt að kveðja þennan skóla sem hefur verið eins og annað heimili fyrir mig og marga aðra undanfarin ár. Framhaldsskólinn mótar mann og undirbýr mann fyrir framtíðina og allt sem hún ber í skauti sér. Maður lærir svo ótrúlega marga ómetanlega hluti og þetta lífsreynsla sem fylgir manni alla ævi. Þegar ég var að velja framhaldsskóla þá kom aldrei neitt annað til greina en að velja verkmenntaskólann á Akureyri. Ég segi stundum að ég hef byrjað í Vafma þegar ég var í 9. bekk en þá var mamma mín aðstoðarleikstjóri í Bjartmur köflum sem Vafma setti upp árið 2016. Það var svo spennandi að fá að vera með, fá að taka þátt og vera með öllu þessu frábæra fólki í félagslífinu hérna. Svo að sjálfsögðu, þegar ég byrjaði í skólanum þá kom ekki annað til greina en að taka virkan þátt í félagslífinu. Ég fékk svo þann heiður að sitja í stjórn nemendaráðsins hér og vinna með svo ótrúlega fjölbreyttu og skemmtilegu fólki og þetta hefur verið algjört ævintýri. Að fá að setja upp heilu leiksýningarnar, kynnast öll þessari fjölbreyttu flóru af fólki sem í skólanum og að vera formaður nemendafélagsins. Allir geta eitthvað en enginn getur allt, sagði einn grunnskólakennari minn oft við mig. Þessi setning fylgdi mér aðeins í gegnum félagslífið hérna, því við ein getum ekki haldið uppi en þegar alltaf frábæra fólki sem hefur setið í stjórnum hérna kemur saman, þá allt hægt. Þegar ég byrjaði í skólanum, þá var ég á matvælabraut, en margt hefur breyst síðan þá. Ég flakkaði eins á milli brauta en fann mig loksins á rafdeildinni og var nú loksins að útskrifast sem rafeindavirki.
Ég er svo ótrúlega þakklát fyrir alla þá kennara og allt starfsfólk sem ég fengi heiðurinn að ég kynnast, læra af og vinna með henni í skólanum. Að vera nemandi í VFMA eru ákveðin forréttindi. Hér er allt til alls. Fjölbreytt nám, starfsfólk sem veit allt fyrir mann gera, aðstæða til alls og svo frábært félagslíf. Hér eignumst við vini sem munum fylgja okkur út ævina og minningar sem við munum aldrei gleyma. Þegar ég var að panta útskriftar á húnum mína og velja hvað ég ætti að láta skrifa aftan á hana, þá kom aldrei neitt annað til greina en að vitna í orð Júlíusar Sesar, Veni, Vidi, Vici, sem á íslenskunni þýðir ég kom, ég sá, ég sigraði. Því hér í VFMA sigraðist ég á mínum stærstu óttum og á sjálfri mér. Þegar ég hóf mína skólagöngu í VFMA var ég lítil, kvíðin, feimin og vinafá. En ég fer héðan í dag svo full af orku, hamingju, stolti og umkringd ómetanlegum vinum. Ég á starfsfólki og nemendum þessa skóla svo margt að þakka og ég veit það sama gildir um marga aðra. Ég get sagt að það að hafa valið að fara í VFMA sé besta ákvörðun sem ég hef nokkurn tímann tekið. Mér langar að þakka svo mörgum sem mótuðu mína skólagöngu og án þeirra væri ég ekki svo sem ég er í dag, en ég held að ég er þeir í allan dag ef ég þyrfti að nefna alla. En ég verð að nefna elsku kennarana sem stóðu með mér alla rafdeildina, Ara og Hauk. Ég veit að ég tala fyrir henda allra rafendavirkjana hér í dag þegar ég segi takk fyrir allt, bara ef allir kennarar væru eins og þið. Svo að sjálfsögðu Pétur Guðjónsson. Takk fyrir að standa alltaf við baki á mér sama hvað, því án þín væri félagslífið í VFMA ekki einu sinni helminguna sem það er. Að lokum langar að lesa texta sem ég fann einu sinni þegar ég var niður í kjallara í skólanum, en þessi texti er úr lagi eftir Emilíu Baldursdóttur. Í lágreistu húsi á Eyrarlandsholti held ég til mennta af talsverðu stolti. Ég sit þar í tímum og sýpi mig fræði, svo læri ég kannski að sauma mig klæði. Gangarnir iða af eldfimum hjörtum, oft finn ég hitann af logunum björtum. Ef brenn ég til skaða og svíður í sárin, þá sé ég í hillingum mynd gegnum tárin. Því seinna er verð ég í veröldu stór, verður reist af mér stytta við hliðin á Þór. Svo busar í hrifningu horfa til mín, er haustsólin skín og VFMA seiðir að alla til sín. Í gryfjuna sæki ég gleði og fæði, en gengin á bókasafn þurfi ég næði. Alkunnum frösunum fleigum ég hampa, er færum að elda og smíða mér lampa. Frá lágreistu húsi á Eyrarlandsholti held ég síðir með talsverðu stolti. Undir marglitum kollum minningar lifa, þá má einu gilda ég segi og skrifa. Hvort seinna er verð ég í veröldu stór, verður reist af mér stytta við hliðin á Þór. Svo busar í hrifningu horfa til mín, er haustsólin skín og VFMA seiðir það alla til sín. Enn og aftur, elsku útskriftarnemar, innilega til hamingju með áfangan. Ég hlakka svo til að sjá hvað framtíðin byrji skauti sér, en sama hvert við förum og hvað við gerum, þá mun VFMA alltaf eiga sérstakan stað í hjörtum okkar. Við getum haldið höfðinu hátt og sagt að við útskriðumst úr Verkmenntaskólanum á Akureyri. Takk fyrir allt VFMA. Takk fyrir þetta, Anna Kristjana. Það er bara klökkur að heyra þetta. En ég ætla aðeins að snúa núna baki í ykkur og tala við nemendur. Jæja, kæru brautskráningarnemendur, til hamingju með árangurinn. Þið eru öll sigurvegarar. Þið hafa náð takmarki ykkar. Sum ykkar hafa þurft að leggja á sig mikla vinnu, blóð, svita og tár til að ná áfanganum, en hér eru þið nú. Verið stolt af árangri ykkar og horfum björtum augum til framtíðar. Verið trú landi ykkar og uppruna og farið vel með tungumálið okkar. Berið virðingu fyrir fjölskyldu ykkar og vinum og því samferðafólki sem að mætir ykkur í framtíðinni. En fyrst og fremst berið virðingu fyrir ykkur sjálfum og umhyggju og þeim verkefnum sem þið takið ykkur fyrir í framtíðinni. Ég vonaði góða minningar frá tíma ykkar hér í VFMA. Þótt COVID hafi sannarlega markað skólagöngu ykkar síðustu annir, þá vona ég hafi náð því sem er sagt þessi svokölluðu framhaldsskóla ár, og Anna Kristjana lýsti svolítið vel á þann, að á þessum tíma kynnumst við oft okkar bestu vinum sem við eigum til framtíðar. Þó að leiðir skilja á vissan hátt núna, að þá eru þetta vinir til framtíðar. Viðhaldið vináttunni til hvors annars. Takk fyrir að velja VFMA sem ykkar skóla. Verið stolt og til hamingju.
Góðir brautskráningarnemar og gestir, það er að koma að lokum þessara hátíðar. Ég vil biðja fólk að sitja kyrra í sætum sínum á meðan við hér af sviðinu göngum fram og að því loknum vil ég biðja gesti að yfirgefa salinn. Ég vil biðja alla þá sem eru hér á sviðinu að setja upp grímuna á meðan við göngum út í gegnum salinn. Við komum svo aftur hér niður á sviðið þegar búið að stilla upp fyrir myndatöku og þá mun Páll ljósmyndari taka mynd af öllum hópnum. Þegar hann er búinn að mynda hópinn þá er gestum velkomið að koma hér inn í salinn og taka hópmynd ef þau hafa áhuga á. En að lokum vil ég tala til starfsmanna VFMA, hvort sem þeir eru hér í salnum eða horfa á nemendur sína kveðja skólann sinn í gegnum streymi. Takk öll fyrir samstarfið, dugnaðinn og stuðninginn á þessari önn og ég vil sérstaklega þakka Benedikti Barðarsyni aðstoðarskólameistara fyrir velunum störf fyrir hönd nemenda og starfsmanna skólans. Að stjórna skóla eins og VFMA er ekki einna konu verk. Samheldinn starfsmannahóp þarf líka til og það er þakkavert að vinna með samstarfsfólki mínu í VFMA. Ég er afar stolt af samstarfsfólki mínu fyrir fagmennsku þeirra og umhyggju fyrir nemendum og þeim gildum sem skólinn stendur fyrir. Kærar þakkir öll fyrir samstarfið á önninni. Ég ætla að ljúka þessari athöfn með því að lesa upp úr ljóðinu Aðventa eftir Hákon Aðalsteinsson, en þetta ljóð lýsir vel þeim tímamótum sem þið hér á sviðinu eru nú á og að það senn birtir upp. Vökvaðu kærleikans viðkvæmu rós, þá veitist þér andlegu styrkur, kveiktu svo örlítið aðventu ljós, þá eyðist þitt skammdegis myrkur. Það ljós hefur lifað aldir og ár, iljað dali og voga, þótt kerti sé lítið og kveikurinn smár, mun kærleikur fylgja þeim loga. Láttu svo kertið þitt lýsa geim, loga í sérhverjum glugga, þá getur þú búið til bjartari heim og bægt frá þér vonleysis skugga. Ég vona þig öll gleðiríkan og hátíðlegan dag framundan, gleðileg jól, til hamingju öll og munum að brosa með hjartanum.